Já, komið þið sæl. Á þessu sunnudegi sem öðrum þá komum við hér synir Egils. Síðast í þættinum, síðast í gesturinn okkar í dag, verður Daði Már Kristófsson fjármálaráðherra. Og áður en hann kemur þá ætla að ræða við 3 þingmenn breyttar, kannski friðarhorfur í Evrópu. En til að koma hérna ræða ykkur á vettvangi dagsins, þá það Þóra Arnórsdóttir, Þórður Snær Júlíusson og Eyrún Magnúsdóttir. Velkomin. Takk fyrir það. Þetta sem ég var að nefna á þann, var sem að ræða svona breytt ástand í Evrópu. Þetta eitthvað sem fólk óttast? Þetta geti breytt miklu fyrir okkur? Já. Kannski stutt að svara. Já, óttast sko. Það var svo mikið óttast. Við getum bara sagt já og svo þarf ekki að ræða það meira, en já, ég veist það í öllu. Mér finnst hlutinir hafa breyst ansi hratt og svona heildarmyndin að færast til hins verra, það að segja svona óöryggið að aukast. Við erum búin að lifa auðvitað dálítið svona fordæmalausa tíma í 80 ár, meira og minna, þar sem kostirnir við þá samþættingu alþjóðlega sem hafa átt sér stað í gegnum fyrirbæri eins og NATO og Evrópusambandið og annað slíkt sem hefur svona bundið saman hagsmuni og tryggt það að sé passað upp á granna sína, hafa búið til ástand sem var áður óþekkt og þetta svona að verða mun viðkvæmara og ég held að það sé öllum augljóst að Rússland er að gera miklu meira en kannski margir ætluðu þeim og maður sér þessar kosningar sem að fara fram núna í ríkjum sem eru í námunda eða á áhrifasvæði, fyrrum áhrifasvæði Rússlands eins og í Moldóvíu núna þar sem frjálslyndari öflin og alþjóðavæddu öflin sigru, en svo í Tékklandi þar sem þetta fór á hinvegin, að það bara spennustigið allstaðar í kringum okkur, það á öðrum stað og við erum líka bara, það eru komin svo öflug stjórnmálaöfl víða að sem leggja áherslu á kannski sundrungu frekar en sameiningu. Það að segja að skilja sig frá einhverju frekar en að tengjast einhverju meira. Og það dregur að minnst úr virkni þessa kerfi sem ég var að lýsa áðan og hvort að þessi að finna einhverja nýja og öfluga leið til þess að vernda vestræn lýðræðisríki, ég veit það ekki, ég allavega kann ekki uppskriftina henni. Þannig að já, svo ég byrja bara það sem ég enda það sem ég byrjaði, ég bara svariði bara já. Pútín svolítið sjálfsöruggur sko. Já, og svo að þau hugsa eins og blaðamár og segja follow the money, það svo ofboðslegt fjármagn sem nú verið að beina í hergagnaframleiðslu og það ekki lengur spurt verð, það bara hvað getið framleitt mikið, hvað getið framleitt hratt við borgum það sem setjið upp og þarna eru allir og við veist í allskins alþjóðlegu samstarfi og þar sem að fólk kemur saman að þá settur fyrirvari við allt, það að segja við vonum að þetta fari svona en svo veit maður náttúrulega ekki. Það eins og allir gerir ráð fyrir því á allra næstu árum að þá verði einhver umskipti, hvort sem það verði heil styrjöld eða hvað það og já, sko son sem í háskólanámi í Evrópu og ég sagði það, sko, njóttu þess að með þú getur, því að við vitum ekkert hversu lengi þetta friðarástand varir og þá erum við að koma heim og þá erum við búin að setja dósir í bílskúrinn og rafhlöðu, útvarp og teppi og svo framvegis. Og það, sko, að segja þetta án þess að vera fíblast, það bara segir sitt held ég ástandið og hann finnur það svo sem alveg sjálfur. Bara, þú veist, hann í Róm og hann finnur það alveg, það eru mótmæli hverjum degi, það er ofboðslega átök í pólitíkinni þar, sko. Þannig að þetta gegnsýrir í rauninni alla umræðu. Já, kannski það, til að halda áfram með þennan punkt með svona umræðinu, þetta í rauninni, maður upplifir svolítið meiri, kannski, fólk miklu meira að tala öryggis- og varnarmál, bara svona yfir kaffibolla, ekki að sé eitthvað til að grínast með, en sko, ég man aldrei eftir því að hafa verið svona, að fólk hafa verið svona upptekið af þessu, þetta eitthvað sem að einhverjir pólitíkus að sjáum og þú nennir kannski ekkert mikið að velta fyrir þér en svona, ég held að það sé að verða meiri meðvitund þetta og mér langar líka að bæta við að það er auðvitað mjög mikilvægt í þessu samhengi að skilgreina fjölmiðla sem part af svona þessu öryggis- og varnar viðbragði vegna þess að við verðum
að berjast gegn bara uppsýngaúrið og þar koma fjölmiðla mjög sterkt inn og blaðamennska. Og sko nú til dæmis Landsvirkjun er búin að vera að byggja nýja stjórnstöð til þess að stýra eigin virkjunum frá því að Landsnet og Landsvirkjun voru aðskilin að þá hefur stjórnstöðin verið hjá Landsneti löng saga sem að skiptir ekki öllu máli nema það nú styttist í það að hún verið tekin í gagnið og fyrsta spurningin sem að ég fæ er bara og hvernig er öryggismálin? Hvernig komið í veg fyrir það að það sé ekki bara físíst sko, hægt að brjótast þangað inn heldur netthakkarar og svo framvegis. Þetta ekki fyrstu spurningarna sem maður hefði fengið fyrir nokkrum árum sko. Nei. Ég held að fólk átti sig líka bara allt í einu á því þegar við erum að sjá óskilgreinda dróna koma inn á flugvelli í Danmörku og eru hlutir að gerast mjög nálægt okkur sem þóttu mjög fjarlægir fyrir ekkit svo löngu síðan. Hversu berskjöldu við erum. Við erum hérna með Eyja og við erum með Kapla sem við erum algjörlega háð. Við erum allar okkar upplýsingar í skýjum. Við erum nettenginguna þannig í gegn. Við erum þetta með virkjanir og stjórnstöðar og annað slíkt sem Þóra og hennar fólk ber ábyrgð á sem eru líka berskjaldaðar fyrir því ef eitthvað myndi gerast hérna og það hansi fljótt hægt að slökka á íslensku samfélagi ef að menn eru með mikinn vilja til þess að gera það. Þannig að það að minnstakosti eiga einhverja umræðu það hvernig við ætlum að hugsa þessi mál, ég held að það sé orðið löngu tímabært. Þetta þessi tími munið eftir aldamót þegar svona, það var bara ákveðið bara einhvern veginn að vestræna lýðræðismódelið og frjálslyndi væri búið að sigra og þetta bara komið, múrin farinn og Rússland veikt og Fukuyama og akkurat Fukuyama, bara end of history og þetta reyndist auðvitað bara alls ekki svona og hluti af því samfélagsþróunin sem verður í þessum kerfum þar sé að það gliðnar á milli hópa, það eru allt og margir hópar sem telja sig vera skildir eftir í samfélagunum, bara efnaðarslega ekki vera að fá lífsgæðin sem þeim var lofað eða þeim finnst þeir eiga skilið og eru þá tilbúnir að svona taka velja stjórnmálalega kosti sem þeir hefðu kannski ekki undir öðrum kringumstæðum gert til þess að reyna að hrista upp í kerfum sem ekki að virka fyrir þá og við sjáum líka bara hvernig ríki eins og Rússland eru að beita sér til þess að stuðla að auknum innflutningi eða þess að aðkomu flóttafólks inn í Evrópu til þess að veikja kerfin og svo keyrt á eins og Eyrún var að minnast hérna á upplýsingaróriðan það bara flæði flóttafólks og allt þetta útlendingaandúðin og svona. Ég meina núna í kosningunum í Tékklandi það talið að sko rússnesku botta upplýsingaveiturnar hafi skilað inn meira kontenti inn í tékkneskt samfélag en hefðbundnu miðlarnir. Melti ég það aðeins sko. Þannig að það bara áskoranir eru líka bara orðnar allt aðrar og það eru orðnar svona netöryggis upplýsingar óriðu eins og þær voru að benda hérna á sko. En svo ekki svo langt síðan að bara Pútín var bara tiltölulega vinsæll á Vesturlöndum. Það var í svona flokkabandalagi með Sjálfstæðisflokknum í Evrópuráðinu. Já, og ég meina, sem endurspeglaðist í því, sko, það var, Evrópa var að leggja sér fram að mynda þar góð tengsl og hélt að það væri komið að því að Rússar yrðu bara hluti af evrópsku fjölskyldunni og sést á viðskiptatengslunum, við skulum kaupa þeim gas, við skulum kaupa þeim olíu, við skulum ítundir uppbyggingu velsaldar og velferðar þar og svo kemur það náttúrulega bara allt í bakið. Mér væri gott ef Evrópa gæti velt fyrir sér í framtíðinni. Ég hef stundum, að því að við erum umræðu hérna stundum, að spurt fólk svona hvernig sérðu samskipti í Evrópu og Rússlands eftir 30 ár eða 50 ár. Sérðu fyrir þeirra þessi friður í Evrópu án góðra samskipta við Rússland. Svona sem bara svona tilraun til þess að fá fólk til þess að hugsa út úr einhverjum drónum sem hafa verið fyrra gæri í Kaupmannahöfn. Ég held að það sé hættuleg hugsun að við svona leiðust inn á einhverja braut. Evrópuríkin hafa samþykkt að leggja 5% af landsframleiðslu sinni í hernaðaruppbyggingu. Að stóru leyti mun sá þeir fjármunir fara til Bandaríkjanna að kaupa vopn. Ég sé ekki að leiðtogar Evrópu séu að mæta sínu fólki og segja að þetta staðan sem við erum að gera, nú þurfum við að herða sultarólarnar, við erum að skera niður velferðarkerfin og annað slíkt. Það eru flestir í því að svona kasta þessu fram í framtíðina, að taka lán, það sem að vera hægt að borga þetta einhvern tímann í framtíðinni. Mér finnst líka einkenni á umræðinni í Evrópu, það er Evrópa, að því voru að tala breytta heimsmynd, það verður núna í fjölpóla heimi og þarna aldamótina þá lifðum við í einpóla heimi og Evrópa var
bara skottaðist á eftir Bandaríkjamönnum. En núna eru bara ólíkir hagsmunir, það er verið að tala áhrif Rússa á kosningar í Evrópu. Núverandi ríkisstjórn Bandaríkjanna er að styðja nákvæmlega sömu stjórnmálaöfl og verið að saka Rússa að styðja. Elon Musk var á mótmælafundi í mið-London hérna bara fyrir 2 vikum. Varaforseti Bandaríkjanna hefur mært Alternative for Deutschland, talað að hefðbundin stjórnmál í Evrópu virki ekki, þannig að þaðan kemur stuðningur við nákvæmlega sömu stjórnmálaöflin. Evrópa hefur treyst á stuðning Bandaríkjanna út af Úkraínu sem að mér sýnist Bandaríkjastjórn ekki ætla að sinna. Þau til í að selja Evrópu vopn og þá er Evrópa að leita peningum, er að hugsa að taka þennan gjaldeyrisvaraforða sem að Rússari áttu í Belgíu sem ég veit ekki hvort að verði eitthvað samkomulag að gera. Þannig að Evrópa er að fara fram á að Bandaríkin setji svona refsitolla á Indland og Kína en núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum segja byrjið þið bara að setja refsitolla á Kína því að þeir líklega veit Bandaríkjastjórn að það mun valda þeim stórkostlegum efnahagslegum skaða og það mun líka valda stórkostlegum efnahagslegum skaða í Evrópu ef þeir gera það. Þannig að Evrópa er í mikilli úlfakreppu og þess vegna er ég að spyrja eftir 30 ára, 50 ár því að mér finnst að þegar menn taka ákvarðanir í dag þá ætti að vera í langtíma hagsmunum sjónarmið. Hvernig ætlar Evrópa að lifa í margpóla heimi? Ætlar að vera í bara bakgarður Bandaríkjanna og fara í viðskiptastríði við Kína og Indland og ætlar að vera í stríði við Rússland? Hvernig ætlar Evrópa að hafa þetta? Og ég held að þessi úrslitin þessi í Tékklandi bendir til þess að það er ekkert einugur í Evrópu þetta. Og ég meina við höfum bara þora að tala þetta af einhverju alvöru. Ekki láta eins og við sem bara sogast inn í einhverja tiltekna atburðarás sem kemur alltaf út úr þessum leiðtogafundunum. Nei, öll hér hafa áhyggjur af. Ég held að það sé líka það sama að við getum séð það hér og þau sjáum það bara í fréttum að við getum fengið ráðamennin okkar, þeir tala allir eins. En svo ef að fréttamenn fara í Kringluna og spyrja almenning, þá var almenningur alltaf bara með allt annan tón. Mjög ósáttu við vopnarsendingar til Úkraínu. Vill bara fundið ykkur leiði til friðar. Á meðan að það sé eins og oft sagt, það tala allir í Evrópu núna eins og herfóringjar, enginn eins og diplomat. Þannig ég held að það sé ekki stefna sem að nýtur óumræðilegs stuðnings í Evrópu með almennings, ég held ekki. Nei. Við ætlum að ræða þetta mál aðeins betur en eftir að þau koma til okkar 3 nefndamenn úr utanríkismálanefnd sem þau fá svolítið að hugsa þetta. En hérna heima er hún vandræði fjölmiðla og þú og Auður Jónsdóttir er að byrja með nýjan fjölmiðil. Já, ég held að sé kannski ekkert eitthvað ástæða til að tala um eitthvað rosalega vandræði, það er auðvitað Já, það er herta að. Já, þetta er auðvitað mjög sérstakur rekstur að vera að reka fjölmiðil, en ég held sér ekki flóknara að reka flugfélag til dæmis og eins og við vitum og bara veitingastað líka, þannig að ég held að það er svolítið svona mikið verið alltaf tala um rekstrar umhverju fjölmiðla sé svo hræðilegt, auðvitað þarf bara að vera eitthvað fyrirsjáanleiki og sem er reyndar ekki akkurat þessa stundina en þannig að maður það svolítið að krossa fingur og vona að hann komi, hvernig svo sem rammin er en þetta er auðvitað það sem ég kannski það sem ég finnst svolítið skipta máli núna í þessu fjölmiðla umhverju er auðvitað bara að við sjáum það hvernig fjölmiðla geta orðið svona einhverjir pólar sem þú þarft einhvern veginn að halda með eða móti. Það er ekki þannig sem ég sé hlutverk fjölmiðla vegna þess að fjölmiðlar eiga að vera vettvangur umræðu, þeir eiga að geta bara sameinað en ekki veri einhvern veginn svona út af einhverjum jaðri, þeir eru að kalla fram auðvitað ýmis viðhorf en þeir ekki sjálfur að vera pólarnir eða fattu hvað ég meina, þannig að það er minnst svona partur af þessari það er alltaf að tala um polariseringu og sundrung og það en fjölmiðlar eiga að gera fólki kleift að tjá sig og eiga að greina mál og einhvern veginn ná einhverju svona
okkur samhengi, af því að mér finnst við oft og ekki bara íslenski miðlar, bara svona þessi, við erum auðvitað öll föst í þessu hraða svona upplýsingu umhverfi og það er svona kastað á okkur einhvern veginn tilkynningum, fréttum, hinn og þessu alla daga og stundum stendur maður eftir svona, veit ég eitthvað meira í dag en ég vissi ekki, er ég eitthvað sem vísari, er eitthvað búið að svona, hef ég eitthvað nærst af öllu þessu upplýsingaflóði, er ég eitthvað betri og stundum situr maður eftir og svona bara eiginlega með fleiri spurningar, ég veit ekkert meira hvað gerst í heiminu, ég skil neitt betur og þannig að, þú veist, ég held að fjölmiðlar þurfi bara svolítið að kannski fara på tætnar í þessu og það er ekkert engin, og þá held ég að sé bara gott einmitt, það kom einhverju nýir inn og það séu fleiri vegna þess að það setur líka hina þessu på tætnar og ég sjálf er náttúrulega þreytt á þessu, þú veist, þessum finnst og hinum finnst og ég veist að byrja hvert samhengi og akkur skiptir þetta með máli og okkur langar svolítið að reyna að vera þar, reyna að skilja heiminn betur og skýra nút. Ekki svona einna símtala fréttir. Nei, einmitt. En ætla að selja áskrift? Já, þetta verður áskriftarmiðl og það er í rauninni bara eftir mikla umhugsun svolítið niðurstaðan að það sé það sem koma skal svolítið, veist, við förum út í búð og setjum vörur í körfu og greiðum svo fyrir þar að við förum heim, við tökum er ekki bara með okkur en það er ýmislegt svona á netinu sem sko hefur reynst erfitt að segja fólki, heyri, þetta er einhver vara, þó að sé ljótt að tala um fréttaefni sem vörur, þá er þetta samt þannig að það er heilmiklu kosta til, það ætlar að vera með stúdíu, það ætlar með fólk í vinnu, fleira, þá þetta kostar að peninga og það kostar langt mest að kafa dýfst. Það er mesti kostnaðurinn í því að eins og allir hér inni þekkja. Það ætlar að vera lengi að vinna að einhverju, þá kostar það bara meira, það er bara þannig. Og það eru marga fyrirmyndir að þessu, það er mikið að svona miðlum bara sem hafa verið að spretta upp á síðustu árum, sem eru kannski þá einmitt reknir af blaðamönnum, hafa svona verið afurð af því að fólk segir, herðu, mér finnst það þurfi eitthvað aðeins öðruvísi, ég vil gera þetta einhvern veginn öðruvísi, nýta möguleikana sem eru með því að bara, þú veist, bara sem að fylgja nýri tækni eða nýri tækni, bara fylgja því að geta sett hlutina fram á svona áhugaverðan hátt og það þarf ekki að kosta heila prentsmiðju eða risastórt sjónvarpsstúdíó, þú getur gert mjög margt með litlu. Þóru, þú ert ekki svo lengur síðan stígin út úr þessu umhverfi? Nei, og ég er náttúrulega rákum fjölmiðlafyrirtæki saman í mörg ár, þannig að ég treysti fá hann betur til þess að fara aftur á stað en henni og veit að hún gerir þetta einna manna best. Ég er bara sammála hennar greiningu á stöðunni og umhverfinu, það vantar meiri fjölbreytni og vantar meiri stuðning við meiri fjölbreytni. Ég held að þetta sé að mínu viti er þetta ein mikilvægasta lýðræðisstoðin, það eru sterkir og sjálfstæðir fjölmiðlar sem eru ekki svona pólariserandi og draga taum einhverja afla, hvort sem það eru pólitísk eða önnur til þess að einhvern veginn að setja umræðina á draga einhver ákveðnar áttir, heldur séu fyrst og síðast til fyrir almenning til þess að reyna að upplýsa og við vitum það alveg að umhverfi á Íslandi hefur ekki verið bóðulegt fyrir slíka flóru í lengri tíma og við hefum átt að vera byrjuð á því fyrir löngu síðan að grípa til miklu drastískari aðgerða til þess að reyna að búa til einhvers konar grundvöll þannig að fjölbreytt og öflug fjölmiðlaflóra geti þrifist en í staðinn hefur þetta bara einhvern veginn svona dálítið fengið að drabbast niður í einhverju svona einhverjum pólitískum skotgröfum eitthvað, þú veist, eitt frekar lúið og lítið styrkjakerfi og öllu öðru hefur einhvern veginn verið ýtt til hliðar og það eru boðaðar breytingar núna og leggja fram fyrsta sinn almennilega fjölmiðlastefnu þar sem á að reyna að taka heildrænt á vandanum og það er boðaðar breytingar til dæmis á RÚV, tekjumódeli RÚV þannig að það verði einhvers konar hömlur á auglýsingar veru RÚV á auglýsingamarkaði vegna þess að eins mikilvægt og RÚV þá er líka alveg augljóst að RÚV er alltaf að stækka og taka meira súrefni frá hinum á hverju ári og það þarf að finna einhverja leið að minnsta kosti til þess að kappa það þannig að þetta verður alltaf erfiðara viðfangs eftir því sem lengra líður á meðan ekkert er gert og við vorum í dauðafæri kannski fyrir svona áratug að fara í margháttaðar aðgerðir og við gerðum ekki
og það bara mjög miður en ég hef þess að bullandi trú á fullt af mjög hæfileikaríku fólki sem vinnur í íslensku fjölmiðlum að geta haldið úti öflugu aðhaldi og góður upplýsingagjöf fyrir almenning og hef alveg fulla trú á því að við munum svona rísa aftur upp sem það fjölmiðlaland sem við getum verið. Sko. Við vitum alveg náttúrulega að það áskorun að starfa í svona litlu málumhverfi og litlu samfélagi og við förum, það kemur oft niður á sérhæfingunni, sem sagt, sko, fréttamaður þarf að geta gert allt, hann þarf að vita lítið svo margt, en það vantar stundum kannski upp á sérhæfinguna og við förum, ég var bara í gær með Björg Eva sem framkvæmdastjóri Landverndar, förum einu svona árið þegar það er svona viku námskeið norrænna umhverfisblaðamanna, bara niður í blaðamannafélagi og við farið heimsóknir allt og verið að skoða orkumannvirki allan fjáran og mjög áhugavert og þarna voru einhverju 15 norrænir umhverfisblaðamenn og það er náttúrulega svo sem breytt, það er loftslagsmál, það er orkumál, það er umhverfismál en það verður aldrei Íslendingur tekið þátt. Þetta er alveg opið Íslendingum en það verður aldrei Íslendingur tekið þátt á þessum 10 árum eða hvað er sem þetta er starfa sem er synd af því að eins og ég segi, þú veist, það vantar oft upp á þessa sérhæfingu einmitt eins og segir að fréttamennir sjálfur geti kafað á dýptina og þurfi þar með ekki að reiða sig á þessi segir sko, ekki jafn mikið. Ég var í panelið fyrir þessa hópa mörg ári röð sko og fekk alltaf þessa spurningu, akkur eru aldrei neina Íslendingar hinum megin við sko. Yep. Við vorum bara hérna til þess að segja frá því hvernig íslenska umhverfi var og svo spyrja á bara, og er enginn sem sérhæfir sín? Nei, það er enginn sem sérhæfir sín okkur sköpum. Á fréttarvöldin tíma voru með blaðamann sem var mjög virkur í þessu, Svavar Hávarsson. En svo er áhugavert líka sko að hluti af þessum hópi er ekki fastráðin á fjölmiðli, heldur þetta fólk sem er að vinna frílans, skrifar fyrir ýmsa miðla og framleiðir alls konar efni fyrir ýmsa miðla, en þar er umhverfið nógu fljótandi og nógu stórt og nógu vel fjármagnað til þess að við getum lifað að því sko. Þannig að við höfum nú ekki alveg komist á þann stað. Nei, það er náttúrulega mjög snúið hér að fyrir fólk að geta séð fyrir sér með því að vera frílans blaðamenn. Við getum aðstofa það með því að taka ágætis fyrirmynd sem er að rithöfundasjóði sem er eiginlega stuðningur við bókútgáfu á Íslandi og íslenska tungu og þá er styrkurinn fer til þeirra sem að búa vöruna til sem er þá blaðamenn í þessu hjá okkur en ekki fjölmiðla fyrirtæki. Útgáfu fyrirtækinu reynda að byrja að fá styrki núna sem er endurgreiðsla á vaski sem er svona líkara því kerfi sem er hérna, það sem að ríkið er eiginlega að styðja það sem að markaðurinn hefur ákveðið sem að ég held að sé svolítið varasamt í fjölmiðlum af því það eru fjársterkir aðilar sem að halda út í fjölmiðlum og geta rekið á lengi og tapað stórum upphæðum á hverjum degi eða þá að það eru auglýsendur sem að halda uppi svona tiltekinni skoðana blaðamennsku og þá kemur ríkið og styrkir þetta 25% á móti ríka fólkinu. Ég sé ekki alveg tilgangi með þessu. Ég held að sem komi ég bara hætta þessu og líka í sambandi við bókútgáfu og eitthvað fleira. Það sem hefur verið að styrkja mest spækuna sem er seljast mest en til dæmis eins og ljóðabækur fá engar styrk vegna þess að það er svo í fáum litlu upplægi að það nennir enginn í ráðuneytinu að reikna það út sko hverju endurgreiðslan ætti að vera. Þannig að það er bara verður að selja tiltekið mikið til þess að hafa möguleika á endurgreiðslu. Þetta er svona dálítið saga síðustu ára eiginlega með allt sem var innleitt inn í stjórnkerfi. Það er að segja, þeir sem svona eru með mest, þeir hafa fengið mesta stuðning. Þetta er ekki bara svona varðandi þessa geira sem þú ert að nefna, þetta er líka svona bara til dæmis varðandi húsnæðisstuðning. Hann hefur færst frá því að beinast gagnvart þeim sem hafa það minnst á milli handana og eru kannski mestum erfiðleikunum, eru mestu jaðarhóparnir í þessu tilfellum og hefur eiginlega flotið langmestu leyti bara til 3 efstu tekitíunduna. Þannig að þetta er líka bara svona ákveðið pólitískt hugafar sem fekk að ráða för það hvernig hvað ríki styrkir og með hvaða hætti. Stjórnmáli mistu kjarkin í því að móta samfélagið og ákvaða bara að gera það eins og markaðurinn færir okkur samfélagið, íta undir þann stuðning og þetta á við húsnæðið en þá sérstaklega skaðleg áhrif í menningunni. Það sem að kannski fyrir 50 árum, 70 árum eða 100 árum en þá vissu stjórnmálanna með það að við þurftum að koma á menningarsjóði sem hafi tiltekið hlutverk og við studdum það en við vorum ekki að styðja endilega það sem að bara kom út úr niðurstöðu jólabókaflóðsins. Það er bara
Þetta er sikkur hlutur. Þetta er eins og stjórnmálamenn hafi mist kjark á því að móta samfélagi og talið sér trúum það að það er markaðurinn sem á að móta samfélagi, ekki stjórnmálin. Sem bara einhver eins og þetta er hérna, ég vann sem er manni sem sagði að þetta er forskrúun hugans. Það er bara forskrúaður á heilina á stjórnmálafólkinu. Það halda það sé ekki sitt hlutverk. Þetta er líka svolítið bara ákvörðun hvað ætlum við að gera með íslenskuna. Viljum að hún lifi af, veist. Þá þarf að skrifa á íslensku, það þarf að tala á íslensku, það þarf að vera hljóð og mynd og texti og allt á íslensku og við þurfum að ræða málin á okkar tungumáli og það þurfa að vera öflugir og margir fjölmiðlar til þess að gera það og það þarf að gefa út margar bækur og margar kvikmyndir og allt þetta og þetta hangir allt saman og mér finnst það að vera stóra máli í þessu allir. Er við bara sátt við að íslenskan drabbist niður einhvern veginn og á ekki að gefa neitt í þar eða hvað? Já, það er við sjáum að á mörgum fjölmiðlum í dag til dæmis að hvað til þess prófarkalistur hann er greinlega bara hætt að stíðast við hann í mörgum fjölmiðlum. Það er bara fyrsta sem er skorið af greinlega og við sjáum allski svona stafabrengl og bara málvillur alveg margar á dag. Þannig að þetta er að fyrsta kannski sem við farið alveg. Kannski er eitthvað eftir á morgunum, ég veit það ekki. Við þurfum náttúrulega að tala á íslensku sem mest og líka á vitlaus íslensku. Við erum að tala á bjagaðri íslensku og bróken íslensku og öllu þessu sko. Já, þú vilt samt skrifa rétt íslensku. Já, það vilja það allir sko. En ég tók þátt í að byggja upp fréttablað á sín tíma. Ég bara hafði ekki pening fyrir prófarkalesara fyrir en að ég held að það verið komið svona 10 mánuðir, þá kom prófarkalesari. En svo snýst þetta ekki bara það að ráða prófarkalesari, heldur sko hversu mikið metnað hefur til þess að textin sem þú sendir frá þér sé viðunandi. Það er fullt af forritum, þú rennur sér gegnum púka eða þú biður næsta mann, nennir aðeins að renna yfir þetta. En ef þú hefur ekki metnað til þess, heldur tekur einhverja erlenda grein og situr í gegnum chatti og byrtir og svo lesa yfir og þú veist þá margt fyndi komið út úr því, en það er samt okkur ekki til sóma að byrta það sem frétt á vefnum fyrir Íslendinga sko. Og það er svo þetta snýst svo mikið það að hafa metnaðinn til þess. Það þurfi ekki allir að vera frábærir í íslensku, en þú átt kannski að geta og almennt að þá er reynsla svo að svo situr við liðina þér, næsti fréttamaður, hann er sannlega til í að renna yfir og leiðbeina þér. Og svo ertu náttúrulega þú ert með eldri og reyndari og svo ertu með nýliða sem koma inn og ef þeim er ekki innrætt og ekki bara innrætt, heldur gert ljóst frá fyrstu stundu að það sé ætlast til þess að þú vandir þig og það skiptir máli, það er ekki nóg eins og viðbrögðum voru stundu verið fólk skilur alveg hvað ég á við. Já, það er ekki nóg. Hafðu smá með, og ég get alveg sagt ykkur upp á RÚV að það var fólki sem lét alltaf málfarsráðuneytið lesa yfir fyrir sig. Það voru Bogi Ágústsson, Broddi náttúrulega og Arnar Páll. Ekkert fór frá kveika á sem málfarsráðuneytið væri búin að lesa yfir af því að það er bara metnaður okkar að þetta sé í lagi. Það þurfi ekki allir að vera eitthvað frábærir. Ég var á gamla tíma, í gamla dag þegar við skilum blæðinu kl. 9:30 held ég eitthvað slís og ef það var mjög mikið að vera og maður kannski að skrifa aðalfréttina og tíminni komin og byrjaði að banka bara fá blaði, þá stóð prófarkalesarinn bara fyrir aftan mann og meðan maður skrifaði. Nei, sigur hann til að passa slísin. En mér finnst þetta samt allt og mikið svona... Stærsta fréttin þetta er það að ríkisstjórnin er að skera niður framlög til íslenskukennslu fyrir innflytjendur. Sem að ég hef bara spurt marga þessu hvernig standi á þessu og ég hef ekki fengið neitt svar hvernig datt þetta í hug. Þetta er algjörlega skjön við bara vilja allra og svo ég sletti nú meikar enga sens. Það er þýðmaður, það er ekkert við því. Sko það var viðbótar framlagi veitt ef ég mann það rétt upp á þessa upphæð sem dettur nú út þannig að það er nú eftir önnur og þriðju umræðu fjárlög og tölum að vinna eftir þannig að ég held að það hafi nú verið almenna reglan í fjárlögun núna að viðbótar framlög sem eru einskiptis þau eru ekki inn í upprunalegu fjárlögun og svo er það tekið inn til greiningar í vinnu fjárlaganefndar það hvort að það er að koma þeim inn eða ekki. En það er alveg augljóst í mínum huga að við þurfum að gefa mjög í íslenskukennslu fyrir aðflutt fólk að sýna það bara skýrslur og greiningar sem hafa verið gerðar þarna þessum bara OECD-skýrslu mjög umsveðamikla sem var gerð og birt í fyrra sem sýndi það að við erum í þeirri stöðu að
börn. Aðkomufólk sem fæðist á Íslandi verra statt í íslensku en þau sem að koma þessar fyrstu kynslóðar innflutt börn. Það ekki boðleg stað og þetta lykillinn að allri inngildingu eða aðlögun eða hvað sem þau eru kallað að fólk getur verið virkir og fullir þáttakendur í samfélagi, það tungumálið. Og við erum líka bara búin að vera með á svona þessum mesta fólksfjölgunar skeiði sem við höfum auðvitað bara upplifað hérna á Íslandi en líka það mesta sem hefur átt sér stað í öllum samanburðarlöndum okkar núna yfir síðastliðin áratug. Þá höfum við bara verið að bjóða fólki upp á gjaldfrjálsa íslenskukennslu sem erlendu fólki sem atvinnulaust og þá sem koma ákveðnum hópum af flóttafólki. Það ekki nóg. Það það ekki. Þetta 70.000 manns sko. Og það þarf að vera bara miklu víðfermar og það þarf að vera samvinnuverkefni hins opinbera og atvinnulífs að gera það vegna þess að þetta lykillinn að því að við lendum ekki í svona bænari heimi eins og teiknast upp víða í kringum okkar heldur getum látið þetta ganga með hagsmuni allra sko. Að þetta virki fyrir alla, að fólk getur komið og verið fullir þáttakendur í samfélaginu. Því fólk áttar sig alveg á því, það ekki eins og það sé verið að tróða íslenskukennslu upp á þá sem hingað koma, fólk vill læra vegna þess að það áttar sig á því að það skiptir máli, það eykur líkur á því að það komist áfram í vinnu, þú vinnur þig upp og þegar þú ert að vinna þig upp þá skiptir tungumála þekkingin mjög miklu máli, fólk tilbúið að læra og það algjört bull að sé svona erfitt að læra íslensku að þú veist, við getum ekki, það var svo mikið mýta lengi, já nei við getum ekki látið fólk læra íslensku, hún svo erfið, bara hvað vitleysa það bara, það getur alveg þetta svona hluti kannski að þessu sama og við vorum að tala með náðan þessu hugafæri, þessu stjórnmálafræðilega hugafæri sem var hérna við lýði í töluvert langan tíma og birtist bara í opinberri orðræðu þeirra sem fóru með þessi mál, þeir ráðuneytin sem fóru með þessi mál sem leiddu bara á þá sem fluttu hingað sem vinnuafl sem myndi sveiflast með hagsveiflunni og það auðvitað ekki raunveruleikinn og svo auðvitað fyrir við að ytri aðstæður breytast mjög hratt og það koma mikið af flóttafólki á mjög skömmun tíma og við erum einhvern veginn að rampa upp kerfi samhliða og við erum farin að elta skottið okkar þannig ef að við hefðum verið með aðeins verið fyrir sjónleika og líka svona, kannski verið aðeins forsjári og reynd að byggja upp kerfin áður en að massin fór að koma hingað eða minnstakosti samhliða með augum fyrir það að þetta væri fólk sem myndi kannski hafa áhuga til þess að setja stað til lengdar sem þetta raunin og skiljanlega í mörgu leyti vegna þess að þeir að koma frá löndum þar sem lífsgæði en möguleikar þeirra á góðum lífsgæðum eru kannski ekki af góðir og eru hér þá væru við í betri stöðu en við erum en núna eru við að elta þessar innviðaskuld eins og marga aðra. Það því að Þórður stillir sér svolítið upp að hér hafi verið stjórnmál til ykkur tíma og hann náttúrulega starfar á Samfylkingunni og trúir því að nú sé orðið straumhvarf. En við höfum stundum verið að tala um það hérna við rauðaborðið að verkefnin sem að bíða þessar ríkisstjórnar til dæmis stór átak í íslenskunni, stór átak í húsnæðismálum, stór átak í heilbrigðisþjónustu fyrir börn sem hefur komið fram hérna. Við erum að fá núna frá sem að tekið þetta húsnæðismálunum lengingu á biðlistum hjá umboðsmanni skuldara. Við vitum öllum að það er gríðarleg innviða skuld og veiking grunnkerfa samfélagsins sem að bíður stjórnvalda að laga. Og maður veldur oft fyrir sér að þegar maður svona veldur fyrir sér listan sem að bíður þessar ríkisstjórnar að hún ekki að svara því hún ætla að gera þetta allt saman. Hún ætla að gera eitthvað pínlítið að þessu. En framundan erum við líklega með langan tíma þar sem að við erum að horfa til stjórnvalda og segja að við þarf að laga þetta og 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 þetta og þetta. En stjórnvalda ekki að fara að gera það sko. Já, það var náttúrulega eftir að koma eitthvað betur ljós en þetta með íslenskuna einhvern veginn, sko, þetta stóra málið vegna þess að og ég vona nú að Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn það líka, húsnæðismál það líka. Þetta hangir saman vegna þess að þú veist, þetta allt einhvern veginn hangar rosalega mikið saman eða þetta snýst ekki allt íslenskuna en mjög mikið gerir vegna þess að við erum að tala um menntamálin og þar gengur ekki nógu vel veist, í skólunum og allt þetta og fólki gengur ekki nógu vel að aðlagast en það fær ekki þennan aðgöngum með það sem þú veist, það sem tungumálið því það svolítið svona aðgöngum með inn í samfélagið að ná góðum, fá tækifæri að ná góðum tökum á málunni, skipt svo miklu máli. Börnin okkar lesa ekki nóg en þau vantar líka bækur
og þá þarf að gera fólki kleift að gefa út bækur og þetta snýst þetta þú veist, ég ætla að gera lítið úr því sem varum að tala um að það skiptir mál að tala rétt mál og þú veist, fjölmiðlar leiðrétta einhverjar innsláttarvillur og málfarsvillur og allt það, en það snýst líka bara notkun, magnið líka, ekki bara einhvern vitingingarhátt, heldur bara það að nýta tungumáli og vera bara stöðugt að nota, stöðugt að tala, þú veist, bara eins og börn á máltökuskeið, það skiptir bara málið að sér tala við þau eiginlega bara stanslaust og þau heyri tungumáli og svona innbyrði það. Og þetta þarf að, sko, við erum að gera allt og lítið held ég, bara svona heilt yfir. Það var þetta, og það líka að gera þetta í svona tæknilega og það búið að vera að gera það gegnum þessar máltækni áallanir, en svo það eins og annað, eins og með fjölmiðlana líka, svo kemur alltaf eitthvað svona millibilsástand, það sem allir eru í óvissubitu, verða þessi styrkir áfram hvernig á að gera þetta og svona, og ég held að þurfi bara að gefa í að öllu leyti. Var þetta íslensku og bara hugsa þetta í miklu stærra samhengi. Það þarf útgefið efni á íslensku og bara töluvert meira heldur en nú gert. Já, en það líka sem með þess að innviða skuldir, sko, ég bara svo langt síðan að ég nefndi þetta ekkert mann, sko, við stjórnmálamenn, að svo, þetta kannski dýrustu lán sem við tökum, sko. Já. En af því að, þú veist, segja, þetta hangir allt saman, það gerir það. Þú færð 70.000 manns á 10 árum, sem að hafa keypt hagvöxtinn hér og haldið uppi okkar lífsgæðum á þessu landi, allt þetta fólk sem hingaði flust. Eins og kom fram þegar, ég sagði að blaðamannafundinum þegar var verið að kynna svona drög að atvinnustefnu, þar sem að Sveinbjörn Finnsson var að fara yfir, hann var að gefa okkur svona 0 punkt, sko, ef fara yfir síðustu 15 ár, að sko, næstu því öll störf sem hafa orðið til á síðustu 15 árum, eru það sem kallað lágframleiðni störf og ef við ætlum að fara að borga þessi innviða skuld vegna þess að allt þetta fólk þarf að nota menntakerfið, það nota heilbrigðiskerfið, það fyrir utan 2 milljónir sem koma hérna og keyra vegina, þá veist við verðum að hugsa þetta í samhengi. Þetta fólk býr ekki í einhverjum hliðaveruleika, það býr með okkur, sko, og við verðum hluta samfélaginu og nýtir innviðina, þannig að ef við ætlum að, sko, þá verðum við líka að skapa verðmæti til þessa fjármagnaða. Þetta bara hangir allt saman og mér finnst það tiltölulega augljóst, en það svona, ég veit ekki, það kannski ekki allir samanlega. Ertu búin að finna lausnina? Nei, ég ekki búin að finna lausnina, en sko, hún heldur ekki, sko, ef þú ætlar að skapa verðmæti, til dæmis, ríkisstjórnin hefur sagt, það, við þurfum að vinna meira orku, vegna þess að atvinnutæki, við verðum að fókusera út frá loftslagsmálunum, við verðum að fókusera á atvinnugreinar sem nota græna orku. Og enn sem komið þá flytjum við inn 1 milljón tonn af olíu á hverju einasta ári og fer vaxandi, borgum fyrir 160 milljarða. Þetta 40% af orkunotkun Íslands fyrir utan húshitun, sem sagt ef við tekur húshitun til hliðar, þá erum við að nota olíu, það 40% af orkunotkunum okkar. Og þetta náttúrulega tala sem að við stefnum á ná niður í 0 mjög hratt, en það er engin tilbúin að segja hvernig við ætlum að gera það. Fyrsta skrifið að þú verður að hafa græna orku á móti því. Og það hefur svo sem, eins og frægt tekið mjög langan tíma að komast að stað með nývirkefni að því sviði. Og það sem svo erfitt, af því að það var svo lengi framan af þannig að sko, Landsvirkjun var stofnuð 1965 til þess að byggja búrfellsvirkjun fyrir alúsis. Og síðan raforkukerfið byggt þannig að það koma stórverkefni og það eru byggðar stórvirkjanir og almenningu nýtur góðs að því. Og 99,9% allar raforkunotenda eru á almennu markaði. Það eru nokkrir stórnotendur sem nota 80% af orkunni, borga fyrir það og við viljum fá sem hæst verð fyrir það, þessi 20% eiga að fá sanngjarnt verð. En þegar það hættir eins og núna, þú veist að við erum ekki, það er ekki verið að fara að byggja álver og sko það er ekki búið að ráðstafa orkunum og Hvammsvirkjun eða Vaðalduveri. Þegar við erum komin á þann stað, þá er fólk aðeins erfiðara með að ná utanum það. Hvað er það sem tapast með því að það senkar núna, sko, þau senkar 4 ár því að gangsendingu Hvammsvirkjunar. Hvað er það sem við töpum? Það eru atvinnutæki sem við vitum ekki af, sem hefðu orðið til ef orkan hefði verið fyrir hendi. Og ég meina, milljarðar á ári náttúrulega, þú veist, í orkusölu. En við framlegum að mikið, sko,
við virkjum of mikið. Það er ekkert víst að þú byggir svona fyrir framtíðina. Það er ekki víst ef við förum í ykkur óhagkvæma kosti þar sem að verður alltaf hátt og það vil enginn kaupa hana. Vissulega, þess vegna þurfum við að einbeita okkur að hagkvæmustu kostinu sko, og því sem við kunnum best og eins og var verið að tala á loftslagsdeginum núna síðast sko, jú, við þurfum einhverja 5 teravattstundir næstu 5 ár, það sem ríkisstjórnin hefur sagt. Við erum ekki fara að leysa sko loftslagsmál Íslands með með nýsköpun á næstu árum. Við þurfum að leggja peninga í það, við þurfum að byggja það upp, við þurfum að rannsaka það, þangað til að skala það upp. En þangað til, þá mun lausnin byggjast á tækni sem til. Og í hverju erum við best? Við erum best í vatnsafli og jarðvarma. Og þangað til, ég meina, svo kemur að því vonandi að það kemur ný tækni þannig að sé hægt að framleiða rafeldsneyti og ýmislegt sem að dregur úr útblæstri bæði flugvéla og stærri tækja og svo framvegis. En það er ekki verið að gerast á morgun. Nei. En ég óttast það ekki, sko, eftirspurnin fyrir hendi. Það held þessi engin spurning og það er mikill vöxtur í einmitt greinu, bara í matvæla'iðnaði, í gagnaverum og ýmissi þjónustu sem notar græn orku sko. En ég hef nú ekki áhyggjur því að það verði ekki eftirspurn, því að ef það verði ekki eftirspurn þá held ég að hagkerfið sé í vandræðum sko. Einhvers staðar, sko, þessi 70.000 manns sem hafa flutninga okkur hefur fjölgað mjög hratt, við viljum að fá vinnu, það verður að vinna við eitthvað, það get ekki allir unnið í ferðaþjónustunni. Nei, ég meina við, sko, Lára Oddsson, sko, við okkur tölum oft það þarf að fjölga eggjónum einhvern veginn í körfunni og okkur hefur að mörguleiti tekist að fjölga eggjónum í körfunni. Í marga áratugi vorum við bara fyrst og síðast að flytja fisk. Það var eina efnastóðin hérna undir hagkerfinu. Svo fórum við í þessa sögu sem Þóra var að fara hérna yfir áðan þegar orkan kemur inn og það kemur önnur stóð undir efnahagskerfið. Og sú stóð hefur þetta vaxið að mikilvægi á undanförnum árum og áratugum, sérstaklega vegna þess að verðið hefur farið hækkandi. Þetta byrjar í svona kannski mjög orðað fallega samkeppnishæfum samningum við einhverja erlenda stórnotendur og svo þegar það kemur að endurnýjun munum eftir stríðunum sem Landsvirkjun og bara íslenskt samfélag hefur tekið hérna við álverin stundum þegar þau eru að endurnýja. Og svo bætist við ferðaþjónustan á mjög skömmum tíma og svo núna það svona þessar svona hugsandi greinar orðnar líka mjög stór stóð. Þannig að við erum líka lítil þjóð og það þarf ekki rosalega mikið til að hlutinni breytist hratt. Við getum ekki rekið ríkissjóð endalaust í tapi. Það er bara mjög dýrt að gera það, að vera bara eins og allir vita sem hafa tekið yfirdrátt í banka, að þeir eru vondir vextir á því og þetta skapar vítahring þar sem við enda með að taka allt sem það langar til að gera eitthvað sem er uppbyggilegt í það að borga niður vextina þeirna. Þannig að það er mjög mikilvægt að fara með ríkissjóð í hallalausan rekstur og að einblína á tækifæri þar sem töluvert mikil verðmætasköpun í þeim geirum sem stuttur við. Þannig hvað ríki getur gert gagnvart atvinnulífinu til þess að styðja það við. Þannig að þessi fleiri verði til fleiri krónur fyrir þá atvinnu sem verða til og þau tækifæri sem verða til sem við getum notað til þess að byggja upp sterkara velferðarkerfi og unnið á þessari blessuðu innviðaskuld sem þetta mjög mikil og það ekki sjálfbært að keyra hagvöxt á fólksfjölgun. Við erum með engan hagvöxt per mann hérna á undanförnum árum. Það segir sér sjálft að ef þú ætlar að gera eitthvað meira en við gerum núna þá þurfum við að auka verðmætasköpun og það stefnan og núna þessi atvinnustefna núna í mótun og svo þetta bara verður að sjá hvort að það virki ekki eins og það á að virka og fólk getur síðan sagt sína skoðun á því í næstu kosningum. Við erum svo lánsamir að Daði Már Kristófersson verður síðasti gestur þessa þáttar. En nú stutt í kosningar. Það óspennandi? Finnst ykkur það? Það eru óspennandi? Já, það stundu sem að sérstaklega sko þau sem eru á þingi sér ég nenni ekki að reyna sveitarstjórnarmálin. Já, ég held að það sé spennandi af því að það eru til dæmis að verða tímamót í Reykjavík
sér það, því að það fórst fólk sem er farið og menn eru alveg farnir að setja sig í stellingar. Nú bý ég ekki í Reykjavík, þannig að ég hef nú yfirleitt sagt sem minnst þróun Reykjavíkurborgar og stjórnmálana þar, hún er höfuðborgin og og nei, ég held að sé ekkit óspennandi. Af hverju segir það? Jú, ég held að. Kannski ekki óspennandi, en ég er búin að undanfarna dag, verðum með smá kvíðanhút, ég sagði, þetta er byrjað og þetta verður óbærilegt, af því að, og ég er alveg búin að skoða, því það er búin svo mikil umræðum leikskólamálin og sveitarstjórnarstigið náttúrulega með leikskólana, sveitarfélögum treyst fyrir að reka leikskóla og það er bara búið að vera, það er bara sömu vandamálin í þessum málaflokki áratugum saman og þau bara leysast einhvern veginn ekki og svo eru sveitarfélögin orðin svona farin að haga sér svolítið eins og stórfyrirtæki, eru í einhverjum svona ímyndarsköpun og eru svolítið svona með búin að skýra, ég veit ekki hvort það eru þau sjálf sem nefna þetta eða hvort það eru fjölmiðlar eða hverjir, en þetta þú veist Kópavogsmódelið, nú komin Akureyraleiðin og Reykjavíkurmódelið, það heitir allt eitthvað og þetta skiptir enginn af þessum nöfnum skipta neinu máli fyrir börn eða foreldra eða starfsfólk leikskólana af því þau vilja bara að þetta virki og að þjónustan sé þannig að börnunum líði vel, að það sé starfsfólk til að sinna þeim, starfsfólkinu líði vel og það geti lifa á launum sínum og foreldrar einhvern veginn þetta geti látið hlutina ganga upp og líka einstæði foreldrar. Verður þetta aðal kosningavalgangi? Mér sýnst stefni það allavega, af því að það sem ég fór að hugsa í þessu og það sem verður óbærilegt að nú allir einhvern veginn að keppast að segja, við erum með bestu leiðina en enginn með neina leið sem alveg virkar og það að sorglega í þessu og við erum 400.000 hræður, akkur getum við ekki koma okkur saman eitthvað sem getur virka, getum við ekki bara fundið út úr þessu og sveitarfélögin myndi til dæmis bara tala saman, myndi finna einhverja leiði sem virka og við erum ekki einhver svona keppni, einhver skrítinni pissukeppni með það, hver er með flottasta reksturinn okkur leikskólum, þú veist þeir þurfa bara að vera í lagi, það þarf bara að vera þeir þurfa að vera helst ekki miklaðir líka og þeir þurfa að vera bara góðir fyrir börnunum þarf að líða vel og þurfa bara, þetta þarf að ganga upp og þetta gera þetta, það kostar. En við þurfum að fá bara umræðu leikskólamálin til þess að komi því að síðustu kosningum leikskólamálin hafa verið kosningamálina og komu bara flokkar komið það fram og lofuðu því að allir fengi pláss 2 ára eða það að fá að klára hérna. Málið er það að kerfið eins og var áður, það var byggt upp á langri vinnu inn á leikskólunum sem að fólki sem að vinnu þar vill ekki, það vill fá styttri vinnudag. Það var samþykkt án þess að það væri ákveðið það að þá þurfum við líklega 30% meira fé til þess að hafa 1,5 vakt til þess að sinna því þess að atvinnulífið er þarna úti og það vill að fólki mæti sig lengi í vinnunni og fólki sem að vinnur í atvinnulífinu kemur með börnin í geymslu hjá okkur og krefst þess að fá það. Við minnum bara niður í Ráðhúsið þar sem var verið að rétta borgarfulltrúum börnin sem að þeir lofuðu að koma í vistun. Atvinnulífið hefur ekki gert neitt til þess að aðlaga sig að því að sumt af launafólkinu á börn. Það er ekkert svigrúm í því. Þannig að þetta er bara eitthvað svona og þar fyrir utan að það hefur komið fram að til þess að svara þessu ákalli að þegar að fæðingarorlof er búið að þá eigi sveitarfélögin að taka við öllu börnunum að það er ekki bara verið að bæta eins og svona 1 eða hálfu ári við heldur er það sá hluti leikskólan sem að krefst langsmest af starfsfólkinu. Þannig að það er kostnaðarauki upp á kannski önnur 30% til þess að sinna því. Þetta hefur aldrei verið rætt það hvernig við ætlum að hafa dagvistun, hvernig það spilar við fæðingarorlofið, hvernig við ætlum að leysa þetta, hvort að sveitarfélögin eigi að fá stuðning frá atvinnulífinu til þess að geta verið að passa börnin á meðan að launafólkið er í vinnunni. Þetta er bara ekki rætt. Þetta þurfum við alltaf að vera að hlusta okkur á stjórnmálamenn sem að þykjast draga upp einhverja kanínur upp úr sínum hatti og ég ætla að leysa þetta mál. Þannig að geta útskýrta. Við erum með hellinga bara gjaldföllnum kosningavíxlum í leikskólamálum og við höfum bara hægt að hlusta á þetta fólk og við höfum bara frekar að hlusta á fólki sem að vinnur í leikskólanum, hvernig er raunverulega hægt að reka þá og þá verðum við að fara aðlaga okkur að því, ekki atvinnulífið getur verið að hegða sig eins og það vill og gert kröfur á því að þú mæti bara víst í vinnu þótt þú eigir barn og svo eigir bara sveitarfélögin að redda því einhvern veginn með að fólk vinni þar 10 tíma á dag á skítalaunum. Já, ég hjó eftir einu í þessar umræðu núna
Það það að það bara gerist ekki allstar og alltaf, en það þannig að sumböld eru með lengri viðveru í leikskólunum heldur en starfsfólkið. Já. Það kemur mér ekkert á óvart. Lítil börn. Já. Ég meina fóreldrarnir þurfa að skila barninu á sér, fara í vinnuna og af því að þið segir leikskólamál verið kosningamál, ég held að samgöngumál verið það líka. Og það bara... húsnæðismál vonandi. Já, en það segir sér bara sjálft að þá er þetta löng dvöl, en það hefur fæðingartíðin hrapað. Aldrei fæst færi börn og þannig að kannski út af þessu. Já, ég held að hluta til. Fólk hugsa bara, ég er ekki tilbúin í þetta. Þetta er bara kerfið funkar ekki alveg fyrir mig og ég held að það sé hluti af skýringunni, já. Við þess að finna lausnirnar á þessum risastóru málflokku sem þið eru að nefna hérna, sem ég sannlega vona verði allt kosningamál. Núna, það veri leikskólamál og það veri samgöngumál og það veri húsnæðismál. Þá þarf líka, þurfa báðar hliðar að vera dálítið opnar fyrir því að tala af raunveruleika það hverja áskorunin er. Þú myndist á hérna í fínni ræðu áðan það að þessar breytingar núna, þær eru þetta fyrir mörguleiti starfsfólki til þess að búa til boðlegt starfsumhverfi fyrir þau. Það eru þetta lykilatriði að því að kerfi virki, að starfsfólk upplifi að aðstæður þeirra séu boðlegar. Það er svona fagnarefling sem flestir sem vinna á leikskólanum eru. Það er svona fagnarfélag leikskólakennara þessum breytingum. En atvinnulífið er hins vegar mjög hvumsa vegna þess að þetta hendar ekki þeirra prógatíf. Ég meina við erum í þeim vanda og það verður bara að tala hann opinskátt að það er mönnunarvandi. Það er hluta því sem við vorum að ræða hérna áðana. Hér er þetta bara fólki fjölgar, reyndar ekki erlendum börnum á leikskóla. Það er ekki þannig að þeim hefur fjölgar neitt mjög mikið og það er meðal annars vegna þess að þeir sem koma hingað erlendis frá eru opnari fyrir því að taka þessu svokölluðu heimagreiðslur og það er vandamál vegna þess að þá auðvitað verða börnin ekki jafnvel nái við íslensku og menntakerfið og missa svona að félagsmótun á fyrsta stigi. Þannig að við getum fært þetta yfir á hina málaflokkana líka. Við þurfum að ræða það á húsnæðismarkaði að hér er bara margháttuð vandamál. Það er engin ein töfralausn. Og það er enga kanínur sem þetta er að draga upp og leysa þetta allt saman. Það er sama sem er líka bara varandi skólamál sem eru í sveitafélögunum og auðvitað í samgöngunum. Við stöndum fram fyrir risastórum áskorunum. Það snýst ekki bara það að hata borgarlínu eða vera hrifin af einkabílnum. Þetta er ekki þannig. Við erum bara með gríðarlega aukningu af fólki sem bæði vegna þess að hér fjölgar túristum og hér fjölgar íbúum og það þýðir fleiri bílar á götuna og við þurfum að bregðast við því annars munu allir sitja fastir. Kostnaður til dæmis við húsnæðismálin vera með þau óleyst er að fólk á lágum tekjum að það þarf að vera í 2 eða 3 vinnum til þess að ná endur saman og það þarf að vinna mikið og þar alveg þarf að einhver að passa börnin. Þannig að þetta veltur, við erum að velta kostnaði fyrir utan það náttúrulega sem að verður skaðinn af lífi þessa fólks að þurfa að því að það er í 2-3 vinnum að það verður að taka tíman einhvers staðar annars tekur það frá svefninu þínum eða svona þeim tíma sem þú átt að nota til þess að viðhalda þessum svona sem félagsveru eða tímanu sem þú átt með börnunum þínum. Þannig að það eru svona ef við myndum ná í smástund að einbeita okkur af þeim sem að hafa þurfa mest af stuðningum að halda. Það er að laga mest sem eru í vestri stöðu í húsnæðismarkaði á barnafjölskyldunar og fleira. Ef við getum í smá stund einbeitt okkur af þeim í staðin fyrir að velta fyrir okkur hvernig við getum ítt undir fyrirtækin og stórfyrirtækin og fjármagnseigendur. Ég held að samfélag okkar kannski skána bara mjög hratt Ég held að þessu bara með fókusinn á okkur furðulegum stað En talandi samgöngunar, ég fer oftast út með hundi minn rétt fyrir 8:00 og þegar allar stoppbrautir sem geng nálægt, Hringtorg og fleira, það er alveg pakkað og þá er hugsað gott að þú ekki að mæti vinna á þessu tíma. Það er reyndar færi á hjóli, það er allt annað mál. En þetta er alveg ótrúlegt. Það eru 100 bílar bara nánast í hvert Hringtorg. Margt af þessu fólki er örugglega til í að kjósa í næstu kosningum út frá samgöngum. Já, ég hugsa það. Ég held það líka, en mér er bara svo óbáslega mikilvægt og þegar ég hjóla líka, ég Hafnarfirði, þannig að ég keypti rafmagnshjól, það var bara lykilatriði til þess að ég myndi að hjóla þessa 10 kilometra og tilfinningin sem fylgir því þegar maður kemur ofan í Kópavoginn og sér röðina sem mjakast ekki og svo spænir maður svona fram úr ok, við erum samt kannski svipum tíma en ég er þá minnst búin að hjóla í hálftíma. Ákveðin svo montréttur. Montréttur, algjörlega, en svo nenni ég ekkert endilega, það er bara úslega leitt veður eða það er hríð eða þú veist og ég veit ekki hvort það er búið að moka stígana og svona sem stígakerfið hefur batnað mjög mikið
Og umferðin þar samt ekki orðin þannig að það heyri eitthvað til vandræða mótnana. Ég segi, akkur ekki fleiri að hjóla? Þetta er eitthvað kúltúr, þetta er eitthvað menningamunur. Sko, þú flytur í eitthvað útkverfi og kaupir þér bíl af því að það eru 10.000 mann sem að bætast við höfuðborgarsvæðinu á ári. Ef að, þú veist, hvað er það, 5.000 bílar eða eitthvað? Þú veist, þetta er rosa fljótt og ef þú raðar þeim upp, ég meina hvað er það margir kílómetrar? Þú veist, við vitum alveg og við getum ekki gert bara svo Dallas og bætt bara við nýri akrein. Þú veist, það er ekki hægt. En allt skipulagi er miðað við bíla. Þú getur ekki farið í búð og keypt í matinn á bíl. Þú getur ekki, þú ert að skutla, sækja börnin í skóla og skutlar í ballett og svo í fótbolta og þú ert alltaf á bíl. Það er þetta vandamál. Við erum að díla við það að Reykjavík er skipulags og bandarísk bílaborg áratugum saman og út af því þú minnist á Dallas. Ég hef keyrt í Dallas og Dallas er svona eins og að vera fastur í Jetson þætti. Þetta er bara lag eftir lag af mislægum gatnamótum og bara maður horfir bara, þetta er bara furðuverk og það er allt leyst með því að gera stærra, fjölga akreinum, fjölga mislægum gatnamótum og svo framvegis og þessi svona þróun sem hefur átt sér staði núna, þetta er ekkert svo langt síðan við fórum að reyna að snúa þessu við að þetta sem þarf að gera í borg ef hún á að fungera. Það eru fleiri íbúðar á ferkilometra. Það þarf líka bara að vera opinn, þú veist, gagnvart í og tala það bara, þú veist, það hefur ekki allt gengið vel sem hefur verið gert hérna, sko. Sumt hefur bara mátt gera betur og það þarf til þess að draga úr neikvæðum áhrifum þessa kerfis sem við erum að reyna að draga tilbaka, þessa samgöngukerfis og húsnæðisuppbyggingu eins og hún var, þá þurfum við að svona, að, eins og ég sagði hann, að vera tilbúin að velta upp líka tala bara hreinskipti það, þetta eru bara ristur áskorunir. Ég meina við erum með, að tala að styðja við verst þetta hópin. Við erum búin að vera að reyna að byggja upp félagslegt íbúðakerfi aftur, almenna íbúðakerfi og það er raunverulega bara Reykjavík sem er að draga vagninn þar 70-80% af öllum almennu íbúðunum sem eru byggðar í Reykjavík. Það eru samt mörg þúsund manns á biðlista eftir almennu íbúðunum og það er augljóst að það er mikil eftirspurn hjá þessum hópum. Þannig eru tekjumörk, skilur þú færð ákveðin tíma í þínu æviskeiði þar sem þú getur fengið aðgang að þessum íbúð og ánægja og öryggistilfinningin sem fólk fær sem býr inn í þessi kerfum versus önnur leigukerfi sem er búin í er miklu meiri. Þannig þetta er augljóslega jákvæð lausn og þarna á að vera miklu sterkari hvati til þess að rampa hana upp mjög hratt til þess að geta breytt hlutunum að sér hratt. Og ég skjóti einu þegar við talaðum þéttingu byggðar, það er oft notað að segja dæmum að þessu fleiri bílar á götunum. Ég hef búið í miðbænum og vesturbænum frá því að flytta heimann. Og ég hef séð breytingarnar á þessu hverfum, það sem áður voru kannski 12 manns í einu húsi búið núna bara 2. Þannig að það er ekki þannig að þú tækir kannski þrátt fyrir allar byggingarnar í bakgörðunum á Njálsgötunum og Grettisgötunum þannig, þá er þetta ekki fjölgun. Vandamálið er það að það eru miklu fleiri bílar. Það er vandamálið. Ég held að þetta byggðar sig sjálfins er ekkert vandamál. Það bara, og það tengist þessu skipulagsmálum að þú geta mjög erfitt að lifa án þess að hafa bíl. Ég þarf alltaf, ég er að reyna að lifa án bíls og bíó Hverfisgötu, svo suða ég einhvern veginn að skuttla mér út á Granda því að það er sumt í stórmörkunum þar sem ég get ekki keypt í litlu búðunum sem er í bænum. Og ég sækið á sundarsmótum? Já, eitthvað svo veist. Og barnafólki, það kemst ekki af án bíls. Ég meina, börnin mín eru núna með, sonur minn komið 2 barnastóla og verður að skuttlast í Reykjavík næstu 20 árin. Það sem ég hef ágjörða með þessi samgöngumál er að þetta gangi bara alltaf hægt. Það er svo langt einhvern veginn í að þetta breytist, að það verða mjög mikla breytingar sem við getum ekki alveg séð fyrir okkur núna þegar að borgarlínan verður komin. En sko, mér finnst til dæmis fara rosalega lítið fyrir því, það er eitthvað batteri í kringum borgarlínuna og ég verð rosalega lítið vör við að það sé umræða þetta og það er ekki verið að gera mér auðveldara að sjá þetta fyrir mér. Ungt fólk einhvern veginn er ekkert sko, þú veist, ég rauninni held að það gæti alveg orðið eitthvað svona bakslag í þessu að fólk svona, það er svo búið að tala svo lengi, þetta er samt ekki komið og strætó einhvern veginn er ekki alveg nægilega góður valkostur. Líka verður svo lítið þegar þetta kemur því að þetta er kannski lausn sem hefði hentað fyrir 15 árum, svo loksins kemur hún og þá dugar hún ekki, þannig að við ættum að vera með miklu stærri hugmyndir í samgöngumálum en við erum með. En getið séð þetta, þau eru reynda með mjög flotta vefsíðu þar sem við getið séð nákvæmlega hvað að byggja hvaða
tíma og hvaða leiðir og hvaða hjólastega verða byggðir samhliða og svo framvegis sko. Framsjá.is held ég að heiti, bara skjóta því að Já, sem fínt og ég held að stoppvegs framkvæmdir inn í þessu batteri líka og ábyggilega þetta allt fínt en ég bara óttast að fólk bara, þú veist, það náist ekki að svona sannfæra fólk að þetta sé einhver framtíðarsýn vegna að það muni bara svona fólk muni bara minnst að trúna á þessu ef þetta tekur svona langa tíma. En hluta þessu líka það að það bara tekur óbáslan tíma að komast í framkvæmdir. Ég meina þú veist, talaðu Landsvirkjun og Landsnet, þú veist að komast í framkvæmdir þar sem að sko þar sem að það er ekki hægt að flytja orku á norðan suður af því að það er ekki hægt að sko bæta flutningskerfið af því að það er kært og svo tekur það 10 ár, 12 ár. Ég meina haldið þið alveg að Sundabraut bara eftir að fara í gegn og fólki sem þar býr bara látið það yfir sig ganga. Ég held að Framsókn bjóður sig fram Framsókn og flugvallavinir. Nú það Framsókn og Sundabrautavinir. Ég spáði því. Við erum að bara renna út á tíma. Er eitthvað sérstæð sem að brennur á okkur og vilja koma skilabúðum til þjóðarinnar sem hlustar öll? Nei, þessi bara að njóta lífsins svolítið. Svona þessa síðustu ljúfu svona Haustið komið. Haustdaga, akkurat. Og í það falliði litir. Já. Þetta eru spennandi tímar í íslenskri pólitík og við veit allir að það eru spennandi tímar í útlöndum sko. Og bara heimur að hrynja og heimur að rísa og allt það. En ég held að sömuleyti sé það í íslenskri pólitík. Þess vegna erum við kannski að tala þessi stóru kerfi og svona. Og það væri gaman ef að íslenska þjóðin geti farið í gegnum þá umræðu í staðin fyrir kannski að kjósa bara út frá bensíngjöfinni eða eitthvað svona næst. En við erum að tala fjölmiðla og svona möguleika á því að halda uppi alvöru umræðu. Ég held að það sé eitt af bara mikil veikleiki í íslensku samfélagi hvað óþróskuð umræða. Ég tek undir þess að þú varst að segja í upphafi að það er alltaf verið að stilla einhverjum kostum frammi fyrir okkur eins og segja einhverjir aðrir sé búin að finna niðurstuna með á borgarlínu eða móti borgarlínu en þú færði eiginlega aldrei aðganginn að sko öll í svona vangaveltunum sem liggja þarna baki eða í leikskólamálunum villu styttingu tímans eða ekki en þetta náttúrulega ekki málið sem við ættum að vera að fjalla því að baku þetta náttúrulega staða starfsfólksins, barnafjölskyldnanna, lengd fæðingarorlofs, alls konar svona hluti sem við ættum eiginlega að vera á einhverjum svona þjóðfundum að móta einhver afstöðu til. Það eru þjóðfundir hér. Það eru þjóðfundir, leynulösir. Þannig að það bara takk upp þessu umræði hér. En Eyrún, Þórður og Þóra, takk kærlega fyrir komuna. Og hér ætti koma 3 þingmenn úr utanríkismálunum. Það formaðurinn, Pavel Bartósek og svo Víðir Einarsson og Dagbjört Hákonardóttir. Ég reyndi við alla og til að koma, en það náttúrulega alveg steindautt þarna Sigmundur Davíð og Sigurður Ingi. En þú fékkst eins og sagt sætustu stelpunar á ballinu. Já, allir það ekki bara. En þau koma eftir til að ræða ófriðin, hugsanlega, eða ófriðin sem í Evrópu. Heyrum það betur eftir, en takk fyrir komuna. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin